bara byrja. Já, þá bara verið velkomin. Þórir, þú talar deilíkan háskólans. Takk fyrir það og takk fyrir að koma. Mér var hótað með því að í gær að það væru mjög margir sem hefðu áhuga á efninu og það fór nú svolítið ég hélt þetta væri þokkalega nördalegt. En hvað það? Við nú erum að koma þessu að stað hérna. Eins og venjulega er ég með allt og margar glærur, ég bið ykkur afsaka það. En það sem ég ætlaði aðeins að setja þetta umfjöllunina, við erum að tala um fjármögnun á opinberri stofnun og ég ætlaði nú að leyfa mér að byrja því að tala aðeins um skriffina líkun Niskanens og síðan endurbætur leiðbeinanda míns í doktorsnámi Karla Móine á því líkani og tengja það síðan seinna við umfjöllunina deililíkanið og fjárveitingar til háskólans. Ég ætla að fara yfir grófar línur fjárveitingarreglna háskólans, tala þreyttar einingar eftir deildum, velta fyrir mér aðgerðar, svigrúmi deilda og deildaforseta, gera tilraun til að meta stærðarhagkvæmni í rekstri deildana og koma svo með einhverjar niðurstöður. Og ég vil byrja bara strax upphafi á því að byrja samkernara mína í hagfræðideild afsökunar á að taka nokkur neikvæð dæmi viðbrögð við líkaninu úr starfi deildarinnar. Ég vil frekar nefna flísina í eigin auga en bjálkann í auga náungans. Vona þetta sé nægilega djúp. Embættismanna líkan Niskanens, það í grein sem hann skrifaði 1971 og var nú svona að reyna að sýna fram á að ríkið væri of stórt og það var innibyggðir einhverjir mekanismar sem að gerðu það að verkum að embættismennirnir gætu pressað hámark greiðslu út úr fjárveitingavaldinu. Framsetning mín byggir svo lítið á grein Kalla en forsendurnar í líkani Niskanens eru þær að stofnana embættismennirnir þeir þekkja hámark greiðsluvilja fjárveitingavaldsins, þeir þekkja kostnaðarfall eigin stofnunar og þeir sem sagt eru í því að kreista fjárveitingasítrónuna til fulls og fjárveitingavaldið, fag- og fjármálaráðuneyti, Alþingi eru bara peð í höndum embættismannanna. Og ég átti nú ekki mjög auðvelt með að finna dæmi svona atferli við íslenskar aðstæður. Við getum hugsað okkur þetta svona sem leyniþjónustustofnanir í stórum ríkjum sem að hafa sitja og þar sem að ríkir reyndar leynd fjárveitinguna og svo framvegis. Við getum náttúrulega nefnt montverkefni sem ég nefni svo eins og einhver jarðgöng eða eitthvað svoleiðis sem að væru vel fjármögnuð hér á landi eða þá ekki beinlínis talað kostnaðinn áður en byrjað. Við þekkjum dæmi það og nýjustu göngin eru náttúrulega gott dæmi það. Svo ég bara sýni ykkur líkanið eins og þetta lítur út. Hér erum við með hámarksgreiðsluviljafall fjárveitingavaldsins. Þetta það mesta sem að fjárveitingavaldið vill borga fyrir ákveðna þjónustu. Við getum hugsað þetta sem þreyttar einingar og við sjáum að greiðsluviljinn eykst tiltölulega hratt til að byrja með eins og þetta er hérna og síðan dregur úr honum og svo getur þetta getur veginn með alls konar mótum. Svo kostnaður við að afhenda þessar þreyttu einingar og ímynda ég mér að sá kostnaður aukist hratt með fjölgun þreyttra eininga í þessu tilfelli.
eða ekki hratt, en hann eykst hraðar heldur en sér. Og nú náttúrulega þeir sem þekkja hérna prinsipin í rekstrarhagfræði eða illahagfræðin, þeir vita það að hérna við getum fundið hérna hagkvæmasta umfang þessara starfsemi þar sem að hérna við höfum að jaðarkostnaður er jafnt og jaðarávinningur. Og það er það fyrsta afleiðan að þessu ferlum á að vera svo sama, velja umfangið með hliðsjón af því. Þannig að þetta hér er þjóðhagslega hagkvæm umfang starfseminnar, en hins vegar sagði Niskanen vegna þess að embættismennirnir, stjórnendur stofnunarinnar hafa hagl og tögl, hafa allar upplýsingar og vita þekkja þessa ferla, og meðan að stjórnmálamennirnir eru kannski aðeins svona í þoku með það, þá geta pressað starfseminna hingað, þannig að það verður opinber starfsemi verður umfangsmikil. Nú er það þannig, þessi greiðsluvilji hérna, hann er hámarksgreiðsluviljaferli. Við getum sett svo ferla hérna sem að sýna greiðsluvilja sem ekki er hámarksgreiðsluvilji, og þeir eru þá bara ferlar svona eins og jafn hagnaða línur getum við orðaða, eða jafn ávinningslínur sem að liggja svona svip á þessi rauði ferli. Og já, ok, þetta var í búinn. Og það er það sem að Kalli leikur sér að. Og hann spyr sem svo, en núna þessi uppsetning byggir á því að embættismennirnir ráði öllu. Hvað núna ef að það eru fjárveitingavaldið sem að ræður öllu? Snúum taflinu algjörlega við. Það eru þeir sem að ákveða bæði umfang starfseminnar og fjárveitinguna. Og hvaða áhrif hefur það þá? Kalli spurði miklu fleiri spurningar, þannig en ég ætla ekki að fara í þá hluti alla saman, þá verður það býsna flókið. Og þá hugsar hann sér það að núna er það fjárveitingavaldið sem að veit hvað það vill, það þekkir þetta kostnaðarfall stofnunarinnar og það reynir að koma sem ódýrast frá dæminu, og þá velur það umfang starfseminnar þar sem að þessi jafn ávinningslína snertir þessa kostnaðarlínu. Og það sem að Kalli sýndi fram á með þessu, það er ekki nauðsynlega þannig, en það er möguleiki á því að stofnunin verði of lítil. Þekkjum við þetta, þar sem að stofnun ákveður, þar sem að fjárveitingavaldið ákveður bæði umfang starfseminnar og fjárveitingar. Já, það stendur í frumvarpi til fjárlaga hvað Háskóli Íslands á að þjónusta margar nemendur, margar breyttar einingar. Það stendur í fjárlögunum hvað Landhelgisgæslan á að vera með marga sjódaga. Það er dálítið erfitt að vera með þyrluna, af því að það hringdi í hana þegar það er ekki slagar. En einhvern síðan þá verður við flugtíma þarna inni líka. Og svo þekkjum líka þetta frá dvalarheimilum aldraðra og annað þetta. Þannig að bara tilgangur er að draga upp þessa mynd að það eru til þetta kenningar sem að hafa sem niðurstöðu bæði að umfang opinberra starfsemi getur verið of mikil eða of lítil frá þjóðhagslegum sjónarhóli. Nú, það sem að ég er að pæla í og svona ætla kannski að kasta hérna fram og hugsanlega að undirbyggja betur. Ég er svolítið að horfa á fjárveitingaleikinn gagnvart Háskóla Íslands sem tveggja þrepaleik. Þannig að við erum með undirleik og yfirleik. Undirleikurinn er leikurinn sem er leikinn innan fjárlaganefndarinnar, eða hvað heitir hún?
hvað heitir nefndin? Fjármálanefnd, fyrirgefið. Og þar sem að deildirnar að slást og sviðin að slást þetta. En yfirleikurinn, það það sem að gerist á Alþingi þegar verður að ákveða og þar eru menn svona búnir að reyna að festa svolítið niður að það sé svona, þar getur þú hort á með augum kalla á þetta. Undirleikurinn kannski meira svona með augum niskanins, ég skal ekki segja það. Ég og pælingin svo, mótar undirleikurinn og það sem að það á sér stað, mótar það starfsemina stjórnar það stofnunin. Og síðan þetta möguleiki á því að framferði manna, hvernig þeir ákveða sig í skiptingu fjárveitinga innan skólans, hafi svo áhrif aftur á atferlið hjá alþingismönnunum. En við þurfum aðeins að draga upp myndina hérna. Þetta byggir, deililíkanið byggir á þreyttum einingum og rannsóknarstigum og eins og þið þekkið námskeið eru meðlum til eininga hér og með þess að glæðu að segja nemendum í fjármálum hins opinbera frá því hvernig þetta er gert. Og þess vegna nefni ég það sérstaklega, það 6 eininga námskeið og hagfræðideild fær 6 þreyttar einingar fyrir hvern nemanda sem skráður í deildina og þreytir próf í fjármálum hins opinbera. Og ef að einhver slæðist inn og vill nema þessi fræði úr öðrum deildum að þá fær deildin 80% af því. Þessu til viðbótar að þá greitt fyrir rannsóknarframlag. Vinna kennara metin til stiga samkvæmt reglum matskerfisnefndar. Fjárveitingin ræðst svo að hluta til að hversu mörg stig starfsmenn framleiða á það meðaltal 3 síðustu ára eða ekki Stefán sem tekið í þá jöfnum. Þannig að það ekki uppsafnað fjöldi stiga heldur eitthvað punktmat sem tekið á því og það skiptir máli hérna á eftir. Nú ef að við lítum á tekjufall deildarinnar að þá það eftir því þá hversu mikið borgað á þreytta einingu sem að deildin framleiðir, ef við getum orðað það svo, það stöðullin B þarna, það fjöldi nemanda og síðan skiptir máli sem hversu mikið af námsframboðinu kemur innan deildar og hvað mikið kemur utan deildar. Og það það sem ég að reyna að búa til hérna sem nemendur í hagfræði, þeir eru að taka námskeið í hagfræðideild og þeir eru að taka námskeið í sýndadeild og þeir geta tekið námskeið úr öðrum deildum og það hefur áhrif á tekjurnar til hagfræðideildar hvernig það mix og deildarforseti hefur ákveðna deildarfundur ákveðna möguleika á því að ráða þessari samsetningu. Nú, síðan það ef einhverju slæðast utan í frá og taka námskeið og svo þetta hérna rannsóknar greitt fyrir rannsóknareiningar, rannsóknarstigin og taxtinn fyrir það litla þarna og svo það bara eitthvað fall af því hversu marga akademíska starfsmenn deildin með og hversu stóran hluta af tíma sínum þeir verja í rannsóknir. Ég kalla það gamma, það svona cirka 0,4 eða 40% af tímanum. Ég tók hérna eldgamlar tölur fyrir hagfræðideild, þetta lítur ekki svona út lengur, en bara til þess að sýna hvernig þessir hlutir. Ég ekki allar hluti inn í jöfnunni sem ég var með áðan, en það borgar sérstaklega fyrir brautskráða meistaranema, rannsóknarstig kennara þegar við erum hérna
og þetta safnast allt saman í og síðan mótframlög vegna rannsóknarstyrkja og samtals safnast þetta saman upp í heildarfjárveitinguna. Nú verðin á þreyttum einingum þetta fékk ég hjá Guðmundi R. Jónssyni og það vegna þá þetta textinn skalaður niður 10-falt, við veitum alveg af hverju það kannski þess að koma sér betur fyrir. Koma sér betur fyrir Excel. Já, ég held það. En sjáum við sko að fyrir einingu félags- og mannvísindum borgaðar 12.960 krónur, sama fyrir einingu tölvunarfræði og stærðfræði, hjúkrunarfræði talsvert hærra borguð, kennaranámið borgað 15.000, 18.000 fyrir verktækni, efnafræði og arkitekta og læknisfræði 25.000 fyrir ekki. Þannig að læknisfræðin tvöfalt dýrari á einingu heldur en félags- og mannvísindum. Og við getum það bara dregið upp tekjufall dæmigerða deilda. Hér með tekjufall fyrir deil á félagsvísindasviði og annað fyrir deild í verkfræði eða einhverju svoleiðis. Og þið sjáum það að hallatalan talsvert hærri fyrir deildina á hinum megin Suðurgötuna heldur að fyrir varsamlega hérna megin Suðurgötuna. Nú, og þetta byrjar í núlli. Það er engin startkostnaður sem gert ráð fyrir að sé verið að borga fyrir. Ef við lítum aftur á útgjaldafallið, þá fer það eftir því hvað það verið að bjóða upp á mörg námskeið. Það fer eftir það sem litla K fastur kostnaður á námskeið. Það kostnaður eins og að leigja stofu og eitthvað þess háttar. Svo er það kostnaður við Svo er það kostnaður, já. Það er merkilegt að það er á netinu sko í heilesum, en að hlusta á þennan heilesum. Svo er það kostnaðurinn við akademíska starfsmenn og þetta er náttúrulega flóknara en þetta. Aldurssamsetning starfsmanna skiptir máli. Hversu mikið þeir eru búin að afla stigum í gegnum starfsævina. Og síðan er þetta tilraun til þess að reikna út sko hvað þörfin á stundakennurum vegna þess að það voru ekki með nógu mikið af föstgráðum kennurum að fá stundakennurum til að kenna í staðinn. Og svo einhver kostnaður sem fylgir nemendafjöldanum og það tiltölulega lág hallatala þar. Það kostnaður til dæmis vegna þess að fólk þarf að skrifa ritgerðir og það þarf að borga á fyrir fastan stundafjölda fyrir það og eitthvað þess að það. Eftir því sem nemendur og fleiri þá þarf fleiri dæmatíma og svo framvegis. Þetta mismunandi eftir deildum reynda líka. Nú, launasetning ræðst af uppsöfnuðum stigum, ekki af þessu meðaltali síðustu 30 ára, þannig að það ekki taktur á milli fjárveitingareglunar og útgjaldareglunar hvað það var. Þetta virðist vera lítið atriði en það getur orðið stórt í litlum deildum sem eru með samansafnað öldruðum einstaklingum eins og þetta sagði. Nú hafi fækkað í þeim hópi nokkuð. Nú, og ræðst á þessu já, kennslustigin, þau voru að minnsta kosti 10 ári og svo gefur líka kennslustig fyrir útskrifaða meistarana, handleidda meistarana.
og nú er nú talað um að bæta við grunnum líka ritgerða handleiðslu. Og svo koma þjónustustig sem ég ætla ekki að fara í hvernig eru. Nú hérna sjáu þið hvernig þetta eru, hérna ein ritgerð grein gefur hérna 10 til 20 stig á þessu kvarða. Til þess að verða prófessor 7 þarf 1500 stig, þannig að þú getur sagt að við séum að 15 stig sé meðaltalið, að þá þarf að skrifa hvað 100 greinar til þess að ná því. Þannig að þetta er ekkert rosalega, menn klifra ekkert rosalega hratt þarna upp nema aðstæður sem mjög sérstakar. Þetta er það sem ég var búinn að vera að segja. Hérna sjáu þið, þetta eru nú fyrir sömu ár og tekjurnar hér útgjöldin fyrir hagfræðideild á þessum tíma, þetta er nokkuð dæmi, eiginlega öll útgjöldin eru launagjöld. Og hérna sjáum við hérna samhengi útgjalda og nemendafjölda svona eins og ég sé hann fyrir mér. Og hérna gef ég mér það að startkostnaðurinn í hinum megin við Suðurgötuna sé aðeins hærri. Þeir eru með hérna, þeir eru með rannsóknarstofur, allavega sumardeildirnar og eitthvað þess aftar. Þannig að ég er að gefa mér það og að það sé kannski hugsanlega pínulítið hærri kostnaður á nemanda, viðbóta nemanda þar heldur en hjá okkur. Nú, ég hef ekki upplýsingar meðalkostnað og þreytta einingu eftir deildum í skólanum og þarna sjáum við sem útskýringar hérna fjármálafólksins á því. En ég ætla ekki að gera það að atriði. Sko, sjáu þið til. Þetta þýðir það að við setjum saman hérna tekjufallið og útgjaldafallið hjá hérna dæmigerðri verkfræðideild og dæmigerðri félagsvísindadeild að hérna break-even er á mjög mismunandi stöðu. Break-even fyrir þar sem að tekjurnar fara fram úr kostnaðinum. Ef við byrjum með 2 nemendur, sama hvað er, þá er halli á þeirri starfsemi. Hins vegar er það þannig að bláu línurnar sem ég hef kennt hérna við verkfræði, en bara það er bara, þið getur sett eitthvað annað inn í það ef þið viljið, það er enn, að þar nær þetta jafnvægi þar sem að þú ert komin í hagnaða viðbóta af afrekstrinum við tiltölulega fáa nemendur. En ef við horfum hérna Það með nemendur í fagi. Já, í hjá þeim. Er það 10, 15, 20? Það, sko vegna sem við vantar kostnaðartöluna, það get ég ekki fullyrt. Þetta hefur verið reiknað út fram í einni af skýrslum sem við skrifaðum samkeppnislega háskólans og þetta er svona stærðargráðunni úr 15 þar sem það er lægst og 35 þar sem það er lægst. Já, ég held sko með minnur umgjaldurheitin hafi verið að minna niður að það væri 40 nemendur námskeið eitthvað svoleiðis. 33. 33. Það var svarað sér ekki. 33 hljómar mjög skynsamlega. Já, en hérna við vitum það sko að hinum megin við götuna þá er það talsvert lægra. Þannig að þetta er ekkert út í bláinn sem ég er að setja fram hérna. Þannig að við sjáum það sko að hérna í verkfræði fögunum að þá ertu komið með afgang af rekstrinum sem við getum þá notað með einhverjum hætti miklu til heldur en í félagsvísindagreinum. Ok, nú ég fékk upplýsingar hjá Guðmundi þreyttar einingar eftir deildum. Ég þurfti að reikna dálítið mikið sjálfur. Þannig að ég legg það fram með þeim fyrirvara, ég vissulega get reiknað við. En ég ætla að reyna að skoða dálítið
hérna þreyttar einingar eftir deildum. Ég var að kenna þér. Já. Þetta einhvers staðar útlöndum. Já, veit það, já. En sjáu til, hérna ég búin að taka textana hans Guðmundar eða fyrir þreyttu einingarnar og reikna út á deild eftir samsetningu. Sko, sumar deildir að fá borgað eftir fleiri en einum texta. Þannig ég reiknaði út meðaltalið eftir hérna, vegið meðaltal fyrir mismunandi deildir og þá sjáum við það að ef við erum og þetta þannig að hérna HVS heilbrigðisvísindasviðið, vonarverk og nátt og svo hugvísindasviðið og félagsvísindasviðið hérna og menntavísindasviðið hérna líka. Og sjáum við að hérna að á heilbrigðisvísindasviðinu þá háttar við þannig til að samhengi meðalverð sem er greitt á einingu og stærð deildar neikvætt. Þetta hérna náttúrulega tannlæknadeildin og þetta sálfræðilega eitthvað sem að líkist hérna félagsvísindasviðinu. En svo eru hérna línurnar sko hérna vonin og hugvísindasviðið. Hér þetta meira svona beint samhengi. Þannig að það greitt nokkurn veginn fast verð innan sviðs á deildirnar. Nú, hér sjáum við þreyttar einingar á námskeið eftir deildir. Hérna tannlæknadeildin, rafmagns- og tölvunarfræði miðhæðdeildinni hérna, þetta menntavísindasviðinu, matvælafræðin og svo hérna sálfræðin. Þetta eitthvað anomality hérna með þverfræðilegt nám. Ég veit ekki alveg hvernig stendur á því. Jú, það vegna þess að það mikla nemendum sem skráðir í námskeiðum sem undir öðru deildum. Þannig að þá fyrir þú að þú tekur námskeið þeirra degir í nefndafjöldan og færið út að segja rosalega margir nefndir námskeið. Það ekki þannig. Það alltaf bara að þeir eru svo mikið námskeið annar deildum. En það sem kom mér á óvart, það hagfræðin, þegar ég fóttan einblín á hana, hún hérna með tiltölulega margar einingar á námskeið. Fjöldi námskeiðseininga á ári? Já. Þreyttar einingar á hverju námskeið? Já, námskeið. Þetta yfir 1 ár. Fjöldi þreyttar einingar per námskeið sem Deildin er 6 og þá getur við sko raunverulega reiknað út nemenda í stöðlu 6 einingar námskeiði eftir. Þannig að þetta fer eftir í rauninni hvað margir nemendur líka hvaða deildin að keyra með námskeið. Og hvað eru sko? Það ég segi það. Ég skil það. Þannig að ég deila með svona hvað 5 eða eitthvað En þið sjáu að það fengið mikil breytt í þessu og það verið að borga fast verð fyrir eininguna. Þannig að það eitthvað skringilegt. Þetta ekki fjöldi, þetta ekki hlutfallið við fjölda nemenda sem eru skráðir í nám í ákveðinni deild. Nei, en það kemur aftur hérna. Hérna sjáum við þreyttar einingar á námskeið, annars vegar, eftir stærð deildarinnar hins vegar. Og ég verð að segja það þegar ég sá þetta fyrst, að þá kom það mér á óvart. Þetta bjöllulega samhengi. Þannig að það eru fáir nemendur á námskeið í litlum deildum og það eru fáir nemendur á námskeið í stóran deildum. Ég aðeins hugsi yfir náms og stærri námskeið þetta mismunandi eftir fræði. Já. Væri ráð að deila með einingafjölda námskeiðsins líka og svo komið ekki einhverju artefakt í hvort að námskeið séu 7,5 einingu svo vistafræðideild eða 6 einingar Það inn í heildartölunni, sko, þreyttar einingar á námskeið.
Já, en ég meina þessi Stefán er að segja að kostnaður við námskeið. Já. Hann er líka mismunandi vegna þess að námskeið eru mismunandi stór. Já. Það er ekki að beina línu á milli þreyttra eininga á námskeið og afgangs á námskeið. Því það fer að sjálfsögast fyrir ykkur en þú búið sína hverju það samhengi. Þessi verður líka eftir stærðin á námskeið. Það dýrar ekki að skjóða námskeið til 6. Ég er ekki með það. En ef það væri að fleira það getur það ekki sagt sko eins og með tannlæknadeiildina að það múa lægst þarna einhvern mest borgar. Þannig að þú margfaldar þá er stuðurinn sem þú breytt með þessu þá ættir það að vera jafns kannski eins og við hagfræðideild. Það tekir á námskeið. Já, en allt er gefna að vera jafnstóð. Þannig að það var kannski auðvitað að skilja þetta að það væri sko nemendaígildi meðal nemendaígildi hverju námskeið. Þannig að þá væri vel að vera samanstofn. Já, 10 einingar námskeið. Nei, það er inni, sko. Sko nemendaígildi, það er bara þreyttra einingar eftir 6. Já. En síðan er spurningu hvort að skipulag námsins í 3, 6, 7,5 eða 15 einingar skiptir máli, sko. Ok, þetta er það sem ég er með þarna. Já, sko þannig að hérna, ég vil bara segja hérna þetta að mjög fjölmennadeildir, þær virðast hafa efni á því, vegna þess að þær eru með svo mikinn afgang, muni þær koma svo langt út fyrir break-even, að þær hafa efni á því að hafa fáar þreyttar einingar á námskeið. Þeir hafa efni á því að flotta sig svona. Aðalbreyturnar í þessu sem skipta máli, það er náttúrulega verð á þreytta einingu og fjöldi nemenda í deild. Og deild með hátt verð og mikinn fjölda getur boðið góða þjónustu. Deild með lágt verð og lítinn fjölda verða að þjappa kennslunni saman og útvista og svo framvegis. Senda nemendurnar í aðrar deildir. Þannig að litlar einingar og deildir á félagsvísindasviði eru stóru tapararnir í þessu öllu saman. Stóru deildirnar á dýrum sviðum eru stóru vinningshafarnir og það þekkist reyndar þar að það deilir rentunni sem hafa af þessu stóra námskeiði með öðrum deildum. Það gerir svolítið á voninni. Allir hinir sem eru í kringum break-even, sko það er ef við þurfum að hugsa pólitíkina af hverju er þessi ekki breytt, þetta er galið upplegg. Það er núlsumspil. Já, en ástæðan fyrir því að þessu er ekki breytt er það að það eru svo margir sem eru í kringum break-even og þeir hafa engan hag af því, þeir hugsa sem svo, já, ef við breytum þessu þá er ég aftur break-even. Skiptir það með einhverju máli hvernig núlið kemur út? Það skiptir máli fyrir hagfræðideild hvernig núlið kemur út, en það skiptir engu máli fyrir hina sem að eru þarna. Aðgerðarsvigrúm deilda og deildarforseta, sko fjármálanefndin setur verðmiða á þreyttar einingar. Sú regla hefur tekið breytingum yfir tíma, en þetta kom nú til dæmis þannig út að stærðfræði sem var kennt hinumvegis við götuna var dýrar í kennslu heldur stærðfræði sem var kennt hérna. Það var sérstaklega furðulegt þegar við vorum með námskeið í raunvísindadeild skráða númer í hagfræðideild og nemendur sem sátu saman í tímum sköpuðu mismikla tekjur. Það var kannski eina höfuðröksunar fyrir því að þótt leiðrétta reikniflokkana eins og það ekki að vera. Þetta var svo mikið fáránlegt. Ég sagði þetta námskeið líka þá voru við dýrari en hinir af því að stærðfræðinemarnir kunna forrita en ekki við, þannig að við hengum ekki meira í kennara. Síðan, en það voru þó að nefna það, og rannsóknarstigin er jafnt metin, það hefur ekki tekist að hafa mismunandi texta á þeim. Fjármálanefndin ákveður leigugjald fyrir húsnæði og svo framvegis, og svo koma deildir og deildarforsetar og taka þetta allt saman og ákveða hvað þeir ætla að gera. Og þá getum við velt fyrir okkur hvað gerist ef fjölgum föstum starfsmönnum og ef við aukum hlutdeildar í framleiðslu fyrir einhverja einingar, það er að segja útvistum minna
og svo framvegis. Og ég hugsa að ég þurfi aðeins að fara hratt yfir þetta. Ég ætla bara að segja ykkur það sko að hérna, hér er með meðal afkomuna á nemanda og hérna, hún þarf að vera jákvæð náttúrulega. En hérna, jaðarkostnaður á nemenda tiltölulega lítið. Það kostar tiltölulega lítið í þessari stofu hérna, sem hér hef ég kennt nokkuð sinnum, og hvort að hérna það verður allar ræðurnar fullar, eða hvort að það vantar í 2 þeirra, það skiptir engu máli næstum því fyrir kostnað deildarinnar af því að reka það námskeið. En hérna, þetta hérna er aðalatriðið hagkvæmasti nemendafjöldi. Ef að tekjur á nemanda, jaðartekjur á nemanda er stærri en jaðarkostnaðurinn, að þá borgar sig að vera með óendanlega marga nemendur fyrir deildina. Það var ekki ómögulegt, en ef að það skilyrði ekki uppfyllt, að þá er það nú. Fjölgi nemendum að þá aukast tekjur á nemanda. Þannig að það er mjög eftirsóknarvert að hafa sem flesta nemendur. Ok, ef við fjölgum hérna föstum akademísku starfsmönnum, þá er það tapar því yfirleitt. Og ég þarf ekki að útlista það neitt rosalega mikið þeir sem að vilja geta skoðað hérna glærurnar seinna. Ef að við aukum námsframboð og reynum að kenna meira af okkar námskeiðum, þá getur það, ef við þurfum ekki að ráða allt og mikið af viðbótar stundakennurum, að þá ef við bara segjum það að nú eru bara ekkert opið val út fyrir deildina, bara bundið valina deildar. Þetta hefur hagfræðideild notað í nokkur ríkum mæli. Þá er það að hækka deildarmúluna að hafa það sem allra hæsta, þá kemur það vel út fyrir okkur, á meðan að aðrar deildir bregðast ekki við. En við höfum síðan svoleiðis leikja á milli viðskiptadeildar og hagfræðideildar þegar ég nefni það bara. En sko, þú veist að þessi 0,8 var til að draga á þessu hvað og beinlinis það var til í samningu milli verkfræðideildanna, raunustudeildar vegna kennslu í stærðfræði. Og var beinlinis til að veikja þennan hvað. Já, en hvaðin er það? Það gæti vissulega verið sterkari. Og að tilraunir hagfræðideildar með samningu við raunstudeild deilingu kostnaðar og skráningu sama námskeiðs og fleiri þekkingar var tilraun til þess að taka þá við. Já. En það sem ég ætlaði nú að nefna hérna sko að það er eitthvað nasjafvægi í þessum leik. Ég ætla ekki að útlista það neitt rosalega miklu meira. Ég tengi upp á hérna bara múið að segja hafðinni sá að færa kennsluna inn í deildina. Og við erum yfirgerð ekki, þá græðir þú á því. En ef ég svara... Já, það er það sem ég á við með leik þarna og getur auðvitað lent í slæmum með nasjafvægi. Já, það sem tókir auðvitað lýsa þarna er ástæðan fyrir okkur í kenna 30 höfðfræðinámskeiði á ástæðan sem að 7 myndur. Þannig að deildin er að keppast í það sem á 0,2%, eða 20% frekar einingar nemandi sem læra annars staðar og engar engilkostnaðir. Þeir vilja fá 100% styrk. Þeir veita 140% kostnaðir til að ná 100% styrk. Já, sko ég held að þetta gerist ekki um að ná út. Það er ekki mikið í þessu um að ná út. Það er ekki breykningar, fólk er að segja.
Þess vegna þetta vandamál umfangsmest í námskeiðum sem ganga eru svona grunnnámskeið. Já. Þetta langsamlega algengast fyrir sveitarfélög. Rosalega freistandi að kenna þau heima, þau séu til einhvers staðar annars staðar, vegna þess að þau námskeið eru tekin á fyrsta ári af öllum nemendum, mikið af þeim ná iðulega útkomandi. Dæmi þetta námskeið sem ég kendi sem ég tók við að Guðmundi Magnússyni þjóðhagfræði 1 sem ég kendi á fyrsta ári í viðskiptadeildinni. Þeim fannst slæmt að missa þessar tekjur yfir til okkar þannig að þeir fluttu það námskeið upp á annað ár. Þar sem að nemendurnir eru helmingi færri. Og við getum hægt eitthvað annað námskeið á fyrsta ári. Já. Þannig að þetta, ég bara biðja viðskiptafræði kennarana hérna að afsaka, en þeir áttu ekki að... Þetta er ekkert mál. Þetta áttu ekki að koma að þessu. Og fremlega hræla viðskiptafræði fyrir að skilja mjög vel. Já, ok. Svo bara pínulítið sko, lobbyism í gegn kannski út og það meðal annars að hækka verðið á þreyttum einingum og það var það sem að hagfræðideild tókst meðal annars með aðstoð Daða fyrir nokkrum árum. En síðan að þá var þessi ávinningur dregið tilbaka með því að láta hækka öll námskeið upp í þetta sama þannig að þetta var svolítið eins og Lísa í Undralandi þegar hún var að reyna að hlaupa sem hraðast og stóð alltaf í stað. Ok, sko þetta verður, síðan það ákvæði það að deildir til þess að geta fengið að ráða kennara, jafnvel í staðinn fyrir kennara sem hafa hætt, að þá þurfa þær að vera með afgang, þannig ef það eru öfugum megin að breyta í þeim, að þá fá þær ekki að ráða. Og staðan þannig, þó að ég gráti svolítið fyrir hagfræðideildina, að núna á undanförnum misserum að þá hafa 3 burðakennarar hætt, Ragnar Árnason, Þorvaldur Gylfason og Ásgeir Jónsson orðin sagnfræðingur / seðlabankastjóri. Og hann hættur, eða hann ekki? Við skulum ekki ræða það, en sko við fáum ekki ráða í staðinn fyrir þessa kennara á sama tíma og verið að auglýsa eftir lektor í verkefnastjórnun í viðskiptadeildinni. Ég ekki að segja neitt slæmt þá ráðstöfun, en ég myndi telja að það sé nauðsyn á því fyrir hagfræðideild að fá að minnstakosti einn viðbótarkennari í þjóðhagfræði, eða hvað heitir það núna, heildarhagfræði. Þannig að sem þau eru búin að missa 3 af 10. Svo fer ég bráðum. Ég veit ekki, ég ger ekki að fyrir að komið staði fyrir mig. Besta strategían í þessu er að berjast nágrannana. Tilraun til að meta stærðarhagkvæmni, sko kostnaður á einingu stærðarhagkvæmni eins og við skilgreinum hana ef að kostnaður á einingu lækka þegar framleiðsla eykst. Sko ég fór og tók tölurnar sem að ég fékk hjá Guðmundi og reyndi að meta stærðarhagkvæmnina og ég ætla ekki að dvelja við þetta. Það sem að ég gerði var það að ég skoðaði tíma á námskeið. Já, og tengdi það við þreyttar einingar í námskeiði. Og hérna sjáið þið niðurstöðuna úr þeirri regresjón, stuðullinn B sem er nefndur þarna, þessi það er hann sem ég er að reyna með þetta. Og hann er 0,5. Hvað þýðir það? Það þýðir það að ef að þreyttum einingum
hérna þreyttum einingum hjá deild fjölga 10%, að þá eykst kostnaðurinn 5%. En tekjurnar aukast 10%. Þannig að það veruleg skala hagkvæmni, rekstrarafgangur við að fjölga þreyttum einingum, fjölgar, hann eykst 5% við það að fjölga þreyttum einingum 10%. Þannig að þetta er bara það sama og ég er búinn að vera að segja áður, og við erum eiginlega búin að segja þetta allt saman. Sko, hvað getur þá deildarforseti gert til þess að takast á við fjárhagsvanda eða deild og deildarforseti? Nú, eina aðferðin sem við erum búin að nefna heima áðan, að kenna öll skyldunámskeiðin innan deildar og ekki útvista því með neinum hætti. Og það, eins og Daði nefndi áðan, það útskýrir þetta með fjölda tölfræðinámskeiða, en tölfræðilögmálin, eins og Helgi veit, mjög ólík eftir hvaða deild það er sem að, eða hvaða fræðasvið það er sem við erum að fjalla og hérna, við getum, svo ég haldi áfram að tala lífsýna í eigin auga, að stærðfræðikennsla hagfræðideildar hafa alveg hægt að nota aðra heldur en hagfræðinga til að kenna stærðfræði. Hérna, ég naut stærðfræðikennslu þar sem ég var í grunnnámi og framhaldsnámi af hendi frábærskennara sem ekki var hagfræðingur. Hann er reyndar látið núna. Það var síðsettur sjálfur. Og ég reyndi að tekka á því, sko, hvort að verð á þreytta einingu hafi áhrif á fjölda þreyttra eininga þegar við erum búin að taka til deildar. Og hérna, á grundvelli þess að deildir sem eru með hátt verð, að þær séu líklegri til þess að geta veitt góða þjónustu. Og í stuttu máli að þá er það þannig að með hækkandi verði að þá fækkar þreyttum einingum á námskeið. Þannig að hækkandi verð á þreytta einingu hefur áhrif á meðalfjölda þreyttra eininga námskeiði. Samhengið er neikvætt, eins og ég ímyndaði mér fyrirfram að það væri, að jafnaði þýðir 10% hækkun á verði á þreyttri einingu að þreyttum einingum í námskeiði fækkar 17%. Það þýðir að hver nemandi í slíkum námskeiðum fær miklu meiri athygli kennara en jódýrara námskeiðum. Og tekið hefur verið tillit til deildar sértækra atriða í þessu samhengi. Það er ekki verið að henda alveg rosalega miklu upplýsingum með því vegna þess að ekki flestar einingar bara að kenna námskeið í einu flokki? Nei, það er bara, ég er bara að gefa mér að það sé mismunandi fasti sem að er að lyfta línunu, en það sé sama hallatala á línunu alltaf. Já, nú getum við breytt þessu einhvern veginn, svo ég endi þetta með einhvern veginn. Það mætti taka upp annað greiðslufyrirkomulag, þar sem að deildir fengju fasta greiðslu, þetta líkist á kassakerfinu sem var hérna einu sinni, fasta greiðslu fyrir að bjóða upp á ákveðna gráður. Það er tekin ákvörðun það að þú mátt bjóða upp á BS-gráðu í hagfræði, þá bara kostar það að þú þarft að kenna ákveðin fjölda námskeið. Það ætti að koma fram í fastri fjárveitingu. Þess að það skiptir engu máli hversu margir nemendurnir eru. Ef þú mátt kenna þetta þá þarftu svo og svo mikið. Svo ætti að eitthvað ætti
greiðslurnar til akademískra starfsmanna hafa áhrif á fastra starfsmanna sem búa að samþykkja megi starfsmanna. Það ætti að koma þarna inn líka og svo ætti að fjöldi þreyttra eininga einnig að koma þarna inn. Og ef við gerum þetta, þá gætum við hugsanlega komið allavega því á að break-even væri svona einhvers staðar á svipuðum stað óháð fræðasvið. Það svona ákveðið réttlætismál í því. Og það væri náttúrulega hægt að láta líka fjölda þreyttra eininga í öðru veldi hafa áhrif neikvæðum hætti. Nú, það sem að ég síðan velti fyrir mér það sko hvort að ef við hugsum okkur yfirleikin þar sem að embætti fjárveitingavaldið neglir niður hvað við framleiðum mikið af þreyttum einingum og eitthvað svoleiðis, samspil á milli undirleiksins og yfirleiksins. Og pælingin þessi, ef námsaðstaða í einhverjum deildum eru krappi, getur farið svo að nemendur og þeim deildum komi síðan að því að taka ákvarðanir fjárveitinguna til háskólans og noti þessa reynslu sína fjölmennum námskeiðum í lagadeildinni til dæmis til þess að segja, heyrðu, þetta háskólinn þarf ekki svona mikið. Þannig að pælingin svo að léleg deililíkan geti á endanum eyðilagt fjárhagsgrundvöllinn eða haft slæm áhrif á fjárhagsgrundvöllinn. Og niðurstaðan þá sú sko að deildarforsetar geta fiktað í fjöldum þreyttra eininga eins svigrúm er mjög lítið. Þeir geta beðið fleiri akademíska starfsmenn en þeir þurfa að vera með afgang af rekstri deildarinnar til að fá það. Deililíkanið heldur háskólanum deildum háskólans í ákveðnu samkeppnisleikja jafnvægi sem að líkist ógnarjafnvæginu í kjarnorkukapphlaupinu. Það ógnarjafnvægi kom í veg fyrir kjarnorkustyrjöld, en það fátt annað gott það að segja. Og ég held að ég sama kannski við deililíkan. Þá ætla ég að hækla og biðst afsökunar á því að hafa verið svo langmál. Já, við þökkum Þórunni kærlega fyrir og ég þakka að byrja á því sem komið á Zoom frá þeim sem hafa verið að fylgjast með það. Það eru bara tvær annars vegar spyr sem sagt Guðný Björk hvort það verði ekki taka tillit til þeirra deilda sem að eru með fleiri en eina námsbraut og sumar deildir eru með margar litlar námsbrautir. Sko náttúrulega hvernig deildunum deildaskipanin bara arbitrari og auðvitað hægt að gera það með öðrum hætti og við erum með dæmi deildir sem að vera samsafnar námsbrautum og alls ekki víst að það sé heppilegt og já, þannig það þarf að gera það. Og svo svona ábending frá Gylfa Magnússyni og hann segir sem sagt það í raun 3 meginflokkar hvað varðar kennara, ódýrustu stundakennsla, mest ódýrustu yfirvinna fastakennara vegna þess að yfirvinnutaxtinn mjög lágur, jafnvel lægri heldur en dagvinnutaxtinn og það þarf ekki að borga fyrir rannsóknir og stjórnun vegna kaupa og yfirvinnu. Dýrast að láta fasta kennara kenna í dagvinnu og þetta dýrar að vera með prófessor en lektor. Þetta bara gott dæmi það hvað incentífin í kerfinu eru slöpp. Ef okkur gæfist kostur á því að fá Nóbelsverðlaun að hafa í hagfræði til að kenna hjá okkur, þá myndum við segja nei. Og Gylfi bætir þetta aðeins við. Hann segist að fulla sambúð með vilja hagfræðideildar til að auglýsa, en það alveg skrítið að sjá opsjónum yfir auglýsingum á vegum viðskiptafræðideildar. Svo deildar með 34 akademísku stöðugildi árið 2018 en 25 í byrjun þess árs. Sko, ég vilja bæta við það sem að Gylfi sagði ódýrast af öllu að ráða akademíska starfsmenn
hleypa þeim aldrei út úr fullri yfirvinnu, þannig að þeir geti alls ekki stundar rannsóknir og sem sagt halda þá það ódýrast fyrir háskóla. En það gengur þvert á markmið háskólans. Það er eiginlega boðskapurinn því sem ég er að segja. Ég veit bara að bæta því. En sko, má ég biðja að bakka yfir á slæðina hans Kalli Múanen. Hún er alveg fremst, já. Vandamálið er það að sko lýsingin á ákvörðunum hins opinbera fjármögnun háskólana er ekki alveg fullkomin hjá þeim. Þetta er norska kerfi, þetta er sænska kerfi og þetta er danska kerfi, en þetta er ekki íslenska kerfi. Hér var aldrei tekið upp það fyrirkomulag að menntamálaráðuneytið stýrir fjölda nemenda. Þarna sem þannig að þegar þú segir, Háskóli Íslands er skammtækur sem marga nemendur að fá, það er það ekki þannig. Háskóli Íslands tekur bara öllum sem vilja hefja hérna á, það fær greitt fyrir ákveðin fjölda. Og raunar er þannig að það ræðst ekki endilega nákvæmlega fjölda nemenda við skólann. Þannig að það var löng tímabil þar sem háskólanum greitt fyrir færri nemendur hér voru. Það var líka komið löng tímabil þar sem háskólanum greitt fyrir fleiri nemendur en hér voru. Og þannig að sko munurinn á íslenska kerfinu og kerfunum sem íslenska kerfið byggði á var að það er engin samræmt inntaka í háskóla á Íslandi. Og engin stýring á því, hversu margir sækjast í ólík fög. Og það þýðir auðvitað að hugsunin á baka þetta líka skilaði sér aldrei til þeirra sem hönduðu íslenska kerfið. Það er fyrsti punktur. Hinn punktur sem ég láta bara að nefna við og kerfið búið að vera við í 20 ár. Það er mjög erfitt að átta sig á því að hvernig leyti kostnaðarlíkanið endurspeglar tekjulíkanið og að hvernig leyti tekjulíkanið endurspeglar kostnaðarlíkanið. Þess að í upphafið þá átti að vera þannig að tekjulíkanið átti að endurspegla kostnaðarlíkanið. Svo er öðlast kerfið sjálfstætt og sumar deildir eru annarkvort strategískt í þeirri aðstöðu að geta nýtt sér kerfið eða ekki aðra þurfa að aðlaga sig kerfinu og þá verður það til þess að kostnaðarlíkanið það fyrir að elta tekjulíkanið en ekki öfugt. Þannig að hugmyndin á bak við þetta fer á hvolf og það er annað vandamál hér. Þriðja sem ég langaði til að nefna er að breytingarnar sem voru gerðar á ráðningarferli starfsmanna við háskólann og þetta fyrirkomulag strategískra úthlutunar átti að verða fasti í deilingum. Þeir sem síðan tóku við framkvæmd þeirra hugmyndar en ég hef ekki skilið og þess vegna held ég þú ættir að fá heimild til þess að halda hana fyrirlestur fyrir þá nefnd þegar því að mönnunarnefnd háskólans. Vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt atriði. Því sko, þó að þú segir það við þyrftum að hafa fleiri liði inn í deilíkanu, þetta verða þannig eitthvað fast fyrir það að bjóða eitthvað ná og svo eitthvað fyrir fjölda starfsmanna. Ég held ekki að það verði nokkuð tíman vegna þess að rektor myndi aldrei sjá fyrir endan á grátbólnu háskólastarfsmönnum sem kæmu á hnjáður til að biðja að fá að stofna deild eða fá að bjóða námstíma eða fá að ráða starfsmenn og það bara þú veist, engin heimildarektor myndi að samþykkja þá breytingu. Þannig að það er alveg ástæða fyrir að deililíkan hefur tekið upp á sínum tíma og kjartasagan sem ég hef heyrt að Björn Bjarnason hafi ekki nefnt að vera með þessa háskólamenn alltaf grátandi á kontorhjá sér að biðja stöðum. Það myndi bara ekkert reikni líka. Það var bara fleiri stöður að vilja að vinna meira. Óla og Ragnar haldi sem að ég hafa fundið þetta upp. Ok, en bara þannig að þú veist þannig að það er raunverulega þannig að mönnunarlíkan sem var tekið upp fyrir 2 árum síðan átti að bæta við fasta líkan það bara ekki þróast. Nei, ég gerði alls ekki ráð fyrir því ég geti komið upp með tillögu að deililíkani sem að sæði þetta út af borðinu bara vegna einu höggi. En hins vegar sko það sem að sló mig var þegar ég fór að þessar regressjónir mínar sko að það kom mér á óvart hvað ávinningurinn af því að fjölga nemendum er mikill. Hann er mjög mikill. Og þannig að það þarf einhvern veginn að reyna að fá deildirna til að taka þessa ákvörðun á betri grundvelli. Já. Þú nefndir en át, heimasöngum að hluta. Já. Hvernig myndi
myndi kerfið ekkert út þar sem það borgar sig að senda nema annað að hluta til innan. Hvernig myndi það líka út? Þá myndi sendandi deild halda eftir meira af því. Sko það sem að sendandi deild gerir, hún skipuleggur námið, hún fer yfir það hvort að þetta námskeið dugi til þess að uppfylla þær kröfur sem að þeir gera til nemendana á eftir, þannig að þetta ekkert ókeypis skoðun. Þannig að, og ef þú hefur það í huga að móttakandi deildin, það kostar ekkert viðran að hafa 3 nemendum meira í stofunni. Þannig að ég held að 20% sé alltaf lítið. Hvað myndir þú færa sko? Já, ég kann ekki réttu formúluna en 30–40% eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé tilfellilegt þess vegna fórum við með þessa lausn sem Hagfræði er. Ég ætla að þakka Þór fyrir þennan ágæta fyrirlestur sko viðbrögð Homo sapiens við svona súrrealistísku reglugerfi. En ég sem nú 32 ára hérna afmælisins starfsmanna hér að hún hefur vært í Svíþjóð að ég var hérna við þegar að finna upp þetta líka sem byggði á sænskri skýrslu sem ég og annað ekki að þetta sem ég fekk ekki aftur í ég geti að stjála staðis offentlega útverðingar það nú þetta bara 92 eða eitthvað hlutis og það var þetta sá sem stýrði þessu og var þessu sem henni hans og hann trúði því slátt og stöðugt að bara raunvísinda læknar þessum dýrari og svo framvegis og svo þegar hann les þessar sænsku skýrslu sem alls ekki neitt sænskt líka þetta voru observerið meðaltöð yfir útláðan kostnað til ýmissa háskóla í Svíþjóð. Þetta er 120 læsir og á þessum tíma var þetta sko 2 meginlínur í sænsku akademíu var að lesa línjur, lesa ingenjörlínjur og þá var það sko 4 heimara fast nám, lesa psykológlínjur, 4 heimara fast nám og svo kannski lesa fría bússu, það kann hver sem komið í það. Og hagfræði fór þetta fram gegnum fría bússu, fjöldina það þannig að Akurs í hagfræði í skóla hafði 1000 nemendur skráða í fyrsta ár og salur sem hann átti að slefa 300. Og svo átti að reikna út meðaltöl sem átti að úthlutað peningum frá þessum sænsku meðaltöl. Og ég bara ekki að segja að við erum hérna svona að það gera bara með grófa tölfræði villu og bara svona flefa þessum með hálfum launum tímja og svona. Og ég fór á fundi að spila svona, sérst ég var það fungerandi skoraform að þetta skora. Ég fór og reyndi að segja þetta annars. En hann var bara sko, þegar hann sagði, ef að segja frá svo reikningasum og þá sagði Björn Bjarnason bara orðrétt við mig, finnst þetta ekki bara rosalega snið. Og það bara þannig að hann sá, hann þyrfti ekki að vera eyða sínum tíma í að þrasa við einhver embættismenn í Norðurland, bara einhver formúlu sem bara að gera þetta formúlu í gang og bara reiknaði út bara kostnað á einhverja fiktífa stærðir sem þetta einingar og rannsóknastig og svo það meins. Og þessi formúla lá fyrir í ráðuneytinu. Aðrir skólar áttu sett svona skilti fram á húsið sitt sem stóð háskóli og við með fá fjárveitingar eftir þessari formúlu, já takk, þetta er svo vel. Og svona var þetta. Og þetta, svona bara byrjar þetta og svo hefur þetta verið svona menn að henda sem vilja sem ekki með. Og þessu alltaf vist ég í sko mikið bóksinn í bara þess sem heitir sko Calling Bullshit eftir bandaríska háskóla sem ég held að séu sálfræðingar og kenna í Washington og þetta byggir á fræðin byggir sem komið út sem heitir Bullshit og þá stendur í þessari bók að þú mátt aldrei móta stefnu út frá einhverju regressjónum á hegðunarbreytum. Og þetta kennt ég einhvern mann sem mann heitir ekki sem Lukas fyrir einhver kíkibörgur sem það lögmálhefð. Þetta stundum sem það útveikar kappjarar í vísindariðu. Þetta var kannski ekkert smælkvæð að mistum var góður fyrir löngu síðan. En svo þú fyrir að borga laun eftir þessu, þá eyðilegst þessi megn. Þetta er Lukas. Og hvað segir þú? Er Lukas, það ekki? Nei, það er ekki Lukas. Þetta er sama hugsa. Sama sko, þetta er sér svona. Og hérna höfum við bara farið að regressera eitthvað og fundið eitthvað undarlega reyningar eins og þreytar einingar og rannsóknastig og þeir eru bara allt öðruvísi einingar, þetta eru bara tunnaðar úrjur. Allt öðruvísi. Já, með bara svona meiri svona
Frá sagnfræði, grúsku, hvernig fólk hefur gett tilraun til að breyta þessu og svona, það var víst nefnd sem að þverfaglegt nám sem að komið tillögu að breyta 80-20% reglunni í 85% 30% reglunni. Það var nefnd sem að gera þetta 2016. Það er náttúrulega enn að leika þetta saman, 2015. Þannig að það væri börnum að vera að búa til hvata fyrir það að... Þú sast í þeirri nefnd? Við Gulli Björns stjarnfræðingur hans býr. Já, ok. Þetta síðan gleymdist og svo fannst þessi skýrsla einhvern tímann alveg tilvíðarkennd á síðasta árið þegar verið að skoða þetta. Það var hugmyndið svo bara búið til viðbótar hvað. Já. Það er ekki að ganga til. Men það getur hjálpað til við það til dæmis að leysa þess að tanga dílömu varðandi tölfræðinámskeið og til hvata til þess að sameina tölfræðinámskeið. Ég meina... Svo gleyma svona hluti. Svo bara veit enginn að þessu í 6 ár. Það getur klingt fyrir hlustu í 6 ár. Það er ekki nóg að fá góðar hugmyndir. Ef ég súmera upp erindið fyrir orðum utan hagfræðina, þá basically verið að greiða lítið fyrir háskólakennslu fyrir deilt út á undarlega ósanngjarnan hátt. Og einn vandinn í þessu að grunnforsendur reikni líkamsráðuneytisins gerir ráð fyrir að kennslu félagsvísindum sé í fyrirlestrum og gleyma því að Gutenberg þannig prentfilm að fleiri með bækur kennari. Ekki komin tími til að fara að verðmeta hvað kennsla er raunverulega kostar, en ekki og greiða saman því en ekki samkvæmt svona líkamsbúrlýs. Eða jafnvel hvað ætti kennsla að kosta vegna þess að tölvutæknin hefur haft þau áhrif að mínu áliti að kennsla í raunvísindum er orðið miklu ódýrari heldur en hún var. Þú getur kennt miklu meiri forritum heldur en ég meina þú þarft ekki að láta alla byggja einhvern mótor og getur látað að gera það í tölvu. Já, það er hægt og alltaf að burða þolið. Já. Á sama tíma hafa félagsvísindin tekið upp meira og meira. Af þessu sama, já. Og það er þetta sem sviðir hafa nálgast eitthvað annað í raunverulegum kostnaði sem ekki speglast ekki í deilíka. Án þess að ég sé neitt sérfræðingur í því annað en það að stunda þessa kennslu, þá sé ég það bara að við erum að krefjast þess að nemendur okkar eru með álíka dýr tæki í höndunum dagsdaglega eins og nemendurnir hinum megin við Suðurgötuna og ætti að vera að nota jafn dýr forrit og þess aftar. Það eru náttúrulega sumir hlutir, ég ætlast ekki til þess að allir hlutir sem eru gerðir á löppum í líffræðinni séu gerðir í tölvu, En þannig að það auðvitað eru alltaf undantekningar frá því. Svo tvær spurningar svo. Jónína Einarsdóttir spyr hvort það sé mögulegt í núverandi kerfi að halda deildum gangandi með rannsóknum, styrkjum og svigrúm þá, eða er borgað of lítið fyrir þessa þætti til þess? Nú þori ég eiginlega ekki að svara. Ég held að sé ekki mögulegt. Æðilega mögulegt, það er alveg rosalega mikið af erlendu styrk. Ég var 60% tófrá. Já, en erlenda styrki, það tekur þetta langan tíma að fá þá. Þannig að það gæti verið... Veit ég ekki, það er æðilega mögulegt. Það er ekki hægt að fjármagna sig á. Þetta er að vera alveg stjarnfræðilegur útgefandi. Þetta er svona spurning að því að Jónína sem spyr að barnið gæti dáið áður en að þú var mjólkin á kúnni sem að þú varst að sæða til þess að fá mjólkina. Sem er grundvallað af því að háskólinn fjármagnar á kennslu það var þarna hugsun 2008 þarna kortir yfir hrun að auka þannig að rannsóknarlíkan eitthvað helmingurinn af fjármögnuninni og þá að þeim forsendum gefnum að þá hefði þetta verið. En síðan það náttúrulega það að kennslan svona svolítið quick fix í þessu sem gefur tekjust tiltölulega hratt og meðan að rannsóknirnar ef að þú kaupir ekki til þín etableraða
rannsakendur, að þá tekur það mjög langan tíma frá því að þú ert búinn að ráða einhvern með rannsóknarkapasitet og þangað til að það fara að koma birtargreinar og aðrar afurðir sem að gefa tekjur. Nú eru rannsóknarstíkir og rannsóknarframlagi, það er að gefa tekjur, það tekjur af kennsluframlagi. Já, það verður náttúrulega að gera það því að það er svona auka rannsóknarvirkuna eins og fræðilega, en það var að taka það af hengum. Líka hann loka með kennsluframlagi. Svo hérna einn frá Guðnýju Eydal sem að spyr, eru við nokkuð að gleyma kjarnaváls sem vanfjármögnun háskólastigsins hérlendis? Nei, ég reyndi nú að leggja áherslu á það í upphafi og ætlaðist til þess að þessar fyrstu glærur þarna mótuðu svolítið hugarfarið áfram sko. Þannig að Það er það fleiri spurningar. Eitt hópa komment, eins og hljómaði þess að þú var að tala um það sko að eins og Örnendur sagði fyrir næstum 30 árum þegar við tala um það svo að þessu vörgrein sem var í eðlisvísindum og þess að sæja hún þessi grundvöld út allt í öðru lönd sem að skoða þið. Það er í þessi algjörðu sænsku sem að ég held að vera hann að sænsku. En þá var sem sko sálfræðinámið, það var psykológilinjen sem alveg fóktýr. Ég hef þessi postaði hver nefnir psykológilinjen mjög svipað eins og nefnir á ingenjörslinjen. Það var sko bundið fyrir námi eins og við erum fixeruð hér í Háskólanum að það er fólks í svona bundinni línu en fría kúrsir sem allir áttu að fara í. Þá mætti bara fólk og skráði sig til náms og þá var hérna var tekið fyrsta námskeið og þau voru brjálaði sér fjölmenn. Þannig að svo var kostnaðurinn var það sko launkennara vilt með nemendafjölmenn. Þess vegna var sko kostnaður og nemandi í hagfræði. Það var bara engin. Því að voru sko fyrsta ári voru bara 1000 mennskvæði. Og svo hann sem tók kannski fóru 2000 og þetta hérna þarna var til svona bjóða sem menn voru með hans öðruvísi starfsemi í Svíþjóð. Heldur menn voru með auðvist ef við höfum tekið upp þessa skýrslu og nota bara þær brautir sem voru í línu. Þá hefur við hlutfallinu allt undir. Miklu jafnir.